Jæja, gott fólk. Þá höldum við áfram með þessa ráðstefnu framtíð landbúnaðar á Norðurlandi vestra og það komið þetta seinni hálfleik hjá okkur og gaman að geta þess að það líka að byrja seinni hálfleikur í mikilvægum landsleik Íslands og Þýskalands í undankeppni heimsmeistaramóts kvenna í knattspyrnu og þar staðan sem sagt 1-1 í hálfleik. Íslenska landsliðið komst yfir snemma leiks með marki frá Dagníu Brynjarsdóttur og svo var einhver Alexandra Popp sem að potaði boltan hana rétt fyrir hálfleik því miður. En þetta lítur vel út þar og ekki síður hjá okkur. Fyrir hálfleikur gekk vel hjá okkur og ég bjartsýnn á svo seinni verði ekki síðri. En við ætlum að núna að fara út í skó. Skógrækt væntanlega sú grein landbúnaðar sem hefur verið í hvað örustum vexti orðsinsfylltu melkingu síðustu áratugi og það að Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri sem ætlar að flytja okkur erindi sem að ber yfirskriftina skógrækt sem þáttur í fjölbreyttari landbúnaði. Þröstur, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, ágætu fundargestir. Það fer ekki milli mála að það hefur verið þannig hér á Íslandi að sum héruð hafa verið talin betur fallin til skógræktar heldur en önnur. En það nú að breytast svo lítið. Það fór ekki milli mála að það veri hægt að rækta skó í Eyjafirði. Og það var talsvert mikið gróðsett af trjám og á þessari mynd sem við sjáum hérna frá Akureyri þá sjá menn tré sem voru gróðsett á árunum svona einhvern tímann á bilinu 1960 til 80 eða 90 og þá var meðalhiti á Akureyri 10,5 gráður. Eins og þið heyrið það er best að alltaf að byrja að tala veðrið og koma því frá. Þannig að það fari ekkert milli mála hvað ég sé að tala Meðalhiti núna í sumar, í júlí, á Reykjum í Hrútafirði var 10,7 gráður. Það er sem storðið og það var ekkert sérstaklega hlýtt í júlí núna með undanfarin ár. Þannig að það eru hlýrra núna í Hrútafirði heldur en var í Eyjafirði fyrir svona 30 árum síðan. Og það er vel hægt að rækta skó í Hrútafirði. Skógrækt á bújörðum hófst með Fljótsdalsáætlun 1970. Þá var meðalhitinn á Hallormsstað í júlí 10,2 gráður sem er hálfri gráðu kaldara heldur en í Hrútafirði núna eða var núna í júlí í Hrútafirði. Og á þessari jörð núna Víðivöllum í Fljótsdal þar sem þessi mynd var tekin það var alveg til litfilma 1970 en þegar við vorum að taka myndir fyrir dagblöð þá tókum við gjarnan svartkvítamyndir. En á þessari jörð núna er komin skógarbóndi sem er að vinna úr afurðunum úr þessum skógum. Framhald Fljótsdalsáætlunar hófst á héraði 1990 með héraðsskógum og það var í kjölfar vanda í sauðfjárrækt sem var það var allt fé skorið á héraði vegna riðuveiki 1988 og þá þurfti að gera eitthvað. Og meðal þess sem var gert var að bjóða bændum á héraði upp á að ganga í skógræktarverkefni. Þess að Fljótsdalsáætlun var færð út yfir allt innanvert hérað. Og svona var útlits á héraði þá, þessi mynd er reyndar tekin kringum 1994 á Höfðavöllum, ekkert fé og þar og skras og svo þurfti að finna eitthvað að gera. Og það var gert og hafist var handa við héraðsskóga og núna, tæpum 30 árum seinna, er enn blómleg byggð á héraði. Margir tóku aftur sauðfé eftir ákveðin tíma. Sumir fóru alfarið yfir í kúabúskap, sumir hófu hrossabúskap, allir með skógrækt, eða ekki alveg allir, það er svona 2-3 jarðir á innanverðu héraði núna sem er ekki skógrækt,
en flestir í skógrækt samfara einhverjum öðrum búskap í dag. Sauðfjárrækt, kúabúskap, hrossabúskap, ferðaþjónustu eða hvaða nú Og eins og allstaðar annars staðar á landinu, þá það þannig á Héraði að það svona það bil ein fyrirvinna á hverjum bæ sem að með atvinnu einhvers staðar annars staðar. Einn sauðfjárbóndi á Héraði skoðar bílinn minn, annar tekur vel á móti mér þegar ég þarf að losna við óvenju mikið sorp á sorpstöðuna og svo framvegis. Sumir vinna í álverinu. Þannig nú landbúnaður á Íslandi í dag. En á þessari jörð hérna, þar sem þessi myndu tekin, strönd í skógum, sem að hluti af gamla Vallarhreppi, að þar farið að selja timbur, þar bara skógrækt. Á sumum jörðum bara skógrækt og svo ein fyrirvinna á Egilsstöðum í einhverju annarri vinnu. Og þarna farið að selja afurðir úr skóginum og sá skógur það bil 25 ára gamall þegar byrjað var að selja afurðirnar. Skógarbændurnir á Strönd fengu ekkert svakalega mikið fyrir það, en sú sala stóð undir sér, það að segja borgaði verktökum fyrir sem voru líka skógarbændur á Héraði fyrir að fella skóginn. Fólkið á jörðinni sjálft dró timbrið út og svo var þetta selt til Elkem. Og það var ekki mikið sem fékkst fyrir það, en það fékkst fyrir vinnuna við að fella skóginn og við að draga timbrið út og bændur á Strönd fengu svo lítið sinn hlut. Og það lá ekkert fyrir í alvörunni að fyrsta grisjun myndi gefa neitt. En verðmætin sem eftir standa í skóginum sem að þarna eftir, sem að timbrið var dregið út, þar bara safnast upp verðmæti á hverju ári núna. Og það ekkert mörg ár, þannig kemur annarri grisjun. Svona getur gerst hér líka. Og það var farið í ákveðið verkefni hér í Húnaþingi vestra í sumar vegna peninga sem að Sigrún Magnúsdóttir fyrrverandi ráðherra umhverfismála fann einhvers staðar, 7 milljónir sem voru settar í ákveðið þróunarverkefni hér. Og það voru 10 jarðir sem sóttu en það var nú ekki meiri peningur en svo að það var ekki hægt að fara af stað nema á 6 jörðum. Og þarna var verið að skoða skógrækt í aðeins öðrum tilgangi heldur en að framleiða timbur. Þarna var að ræða skógrækt samfara öðrum búskap eða til stuðnings við annan búskap. Og það ég veit ekki hvort þið sjá þetta, jú, það í spurningum snjófangara, það spurningum skjólbeltakerfi, það spurningum svo kallaða hagaskóga, þar sem skógur sérstaklega ræktaður til þess að eftir ekkert mjög mörg ár verði hægt að nota svæðið aftur til beitar. Og við vitum það að ef við ræktum til dæmis lerki, að þá kindur ekkert sérlega sólgnar í lerki og lerki bætir jarðveg talsvert, auk þess að gefa skjól. Þannig að beit í lerkiskógi getur ekki verið allt árið, en getur verið til dæmis á vorin þegar lambær fara út eða á haustin þegar þarf að geyma fé heima fyrir. Getur verið mjög góð viðbót við landnýtingu á sauðfjárjörðum, svo dæmis tekið. Hér til dæmis mynd frá verkefni sumarsins á Bakka í Víðidal, þar sem var verið að leggja út skjólbelti í 200 metra hæð yfir sjó. Og þetta mun skapa skjól fyrir búpening í framtíðinni. Nú aðeins skógrækt á lögbýlum, það voru hér til fyrirbæri sem hétu landshlutaverkefni í skógrækt. Í fyrra voru þau sameinuð gömlu skógrækt ríkisins í nýja stofnun sem heitir Skógræktinn. Og nú eru framlög ríkisins til skógræktar á lögbýlum, þau fara núna í gegnum skógræktina. Hins vegar hafa lögin þau ekki breyst, þannig að þau ennþá í sama fari, það að segja framlög til skógræktar á lögbýlum í sama fari og hafa verið undanfarin ár. Að framlög greidd til 97% stofnkostnaðar skógræktar
Og stofnkostnaður felur í sér gerð ræktunaráætlunar, friðun lands, hvernig sem farið að því, það eru mismunandi leiðir, sem það þarf að ramgirða, annars það ekki svo mikið. Það er jarðvinnsla til undirbúnings skógræktar, það eru plönturnar sjálfar, gróðursetning, áburðargjöf, slóðagerð ef með þarf og síðan svokölluð millibilsjöfnun. Það er að segja fyrsta grisjun í ungum skógum til þess að skilja við skóginn, það er að segja ríkisframlögin enda þegar hægt að skilja við skóginn þannig að hann sé tilbúinn til að standa undir sér. Og þarna er á myndinni dæmi jörð í Vopnafirði, þar sem að þetta er svona tiltölulega nýleg ræktunaráætlun, þar sem að er sem sagt sýnt hvaða tegundir eiga eftir að fara í þetta land. Og þið sjáið að skógræktarsvæðið þarna er talsvert stærra heldur en Vopnafjarðarflugvöllur. Nú, í skógræktarlögbýlum að vilji menn fara í það, þá er það opið öllum, hver sem getur sótt sem á lögbýli eða á heima á lögbýli. Og það þá fer fram með því að umsókn annarkvort byrja menn að tala í síma eða komi heimsókn til skógræktarinnar einhvers staðar og svo málin rædd og svo þarf að senda inn formlega umsókn sem ekkert annað en bréf með einni línu. Hér með sæki að taka þátt í skógræktarlögbýlum. Síðan kemur einhver frá skógræktinni til að tala við viðkomandi og ræða möguleikana. Og þá rætt hvaða væntingar viðkomandi bóndi gerir, eða tilvonandi skógarbóndi gerir til sinna skógræktar, hverjir möguleikarnir séu og viðkomandi jörð, möguleiki á timburskógrækt, kannski fyrst og fremst verið að hugsa hagaskógrækt eða skjólbeltarækt, þessir möguleikar eru ræddir. Síðan þarf í allri skógrækt núna framkvæmdaleyfi sveitarfélags og það þarf að senda inn einhverjar upplýsingar til sveitarfélagsins það. Sum sveitarfélög eru mjög hrifin af skógrækt og segja bara þetta nóg, framkvæmd veitt. Önnur sveitarfélög senda líka reikning með upp á 100.000 kall. Það þurfa heimamenn að ræða við sín sveitarfélög hvað þau láta framkvæmdaleyfið kosta. Skógræktin ræður ekkert það, ræður engu það. Síðan ef allt gengur eftir þá semst gengið til samninga og það gerður þá samningur skógrækt á viðkomandi jörð til 40 ára. Og þá sem sagt á grundvelli samningsins rætt eða þegar verið undirbúið samningi þá rætt það hvaða áherslur skulu verið í skógrækt á viðkomandi jörð. Og síðan kemur ræktunaráætlunin og svo stendur í samningnum að skógarbóndinn þurfa að fara eftir leiðbeiningum ráðgjafa skógræktarinnar. En það fyrst og fremst til þess að ná þessari faglegu sýn inn að sem sagt ráðgjöfin fer í sjálf sér eftir markmiðunum sem að skógarbóndinn sjálfur setti og til þess að þau markmið náist. En framlög ríkisins núna til skógræktar á lögbýlum 225 milljónir króna. Þetta að raunvirði það bil helmingurinn af því sem var fyrir hrun. Skógrækt var skorin í tvennt eftir hrun og það hefur ekki verið leiðrétt. Eftir hrun þá fengum við skýringu að það verið ekki til neitt peningur hjá ríkinu og þess vegna þyrfti að skera skógrækt. Núna fáum við það skýringar að það sé til of mikill peningur í landinu og þess vegna myndi hagkerfi hitna allt of mikið ef að ríki færi að styrkja skógrækt. Þannig að á innan við 10 árum höfum við fengið þær skýringar að bæði of litlir og of miklir peningar þýði það sé ekki hægt að styrkja skógrækt meir. Þessi upphæð dreifist á 600 jörð, það 620 skógræktarsamningar á lögbýlum. Við fréttum það að þetta væru það bil 700 og eitthvað kúabú á landinu, en það hér jafnmörg skógræktarbýli á landinu.
Þannig að þetta talsverð búgrein orðin, eins og við fengum að heyra hér fyrir í dag. Og talsverð margir bændur sem taka þátt og oftast með einhverjum öðrum búskap. 80% þessara bænda búa á jörðum sínum. Það mikið talað það að þetta séu einhverjir ríkir menn í Reykjavík sem eiga einhverja jarðir og séu í skógrækt. Það mikil minnihluti sem svoleiðis. Þetta mest búandi bændur. Og þessar 225 milljónir dreifast á alla þessa kostnaðarliði sem að ég nefndi hérna áðan. Og kostnaðurinn eykst ár frá ári. Það vegna þess að hverju ári samið við skógarbændur hvað þeir fá greitt fyrir gróðsetningu, fyrir slóðagerð, fyrir girðingavinnu og svo framvegis. Og sá kostnaður helst í hendur við í rauninni launaþróun í landinu, það að segja verðbólguna. Og þó að opinber verðbólga hafi ekki verið mikil undanfarin 2-3 ár, að þá hefur launaþróun verið talsverð og þetta fylgir, og kostnaður við skógrækt fyrst og fremst laun. Þannig að það fylgir launakostnaði. Þannig að kostnaðurinn eykst ár frá ári og ef að framlögin aukast ekki í takt við það, þá þýðir það bara að það hægt að gera minna. Nú það hafa verið að koma inn nýjir samningar. Ég skrifa undir það bil 1 samning á viku núna, samþykki 1 samning á viku. Sumir eru reyndar endurnýjun á gömlum samningum, sumir eru stækkun á gömlum samningum af því að menn voru búnir með það land sem þeir tóku fyrst. Sumir eru bara splunkunýðir samningar af því að þetta brölt með sameininguna í fyrra hefur vakið áhuga á skógrækt í landinu. Umtal vekur alltaf áhuga. Þannig að það eru fleira bætast við. Síðan koma inn nýjir þættir í skógrækt. Skógrækt ekki bara að gróðsetja tré. Það skiptir máli hvers konar skóga við ræktum. Það ekki nóg að bara gróðsetja trén og síðan vona það besta. Vegna þess að það gerist ýmislegt. Stundum gróðsett og þétt, stundum drefst óvenju stór hluti trjána út af einhverju. Stundum með snjóbrot, eitt og annað sem kemur fyrir, þannig að þessi fyrsta svokallaða millibilsjöfnun eða bilun eins og við köllum hana fyrir austan mikilvægt lokaskref í stofnsetningu skógar. Og það hefur ekki almennilega fengist viðurkenning á því frá stjórnvöldum að þessi kostnaður sé nauðsynlegur til þess að við fáum hér á Íslandi skóga sem eitthvað varið í. Skóga sem að til dæmis standa undir sér þegar komið að fyrstu alvöru grísun, þannig að úr þeim komið afurðir sem hægt að selja. Þessi liður þarf að bætast við og það hefur ekki orðið almennilega viðurkenning á því. Þarna sjáum við mynda girðingu og við sjáum líka hvað hefur tróðist þarna undir hana. Þetta náttúrulega þarf að vera og skógrækt. Þessi liður hérna, jarðvinnsla, gróðursetning og millibilsjöfnun líka skógrækt. Þetta allt saman þættir í skógrækt. Og þetta, loka felling og hvað sé gert við timbrið. Stærsti kaupandinn núna Elkem á Grundartanga. Þangað seljum við mest af kurli og það kurl sem að hentugast fyrir okkur á því stigi sem skógrækt í dag að framleiða. Af því að við erum að grísja fyrst og fremst í ungum skógum og þá erum við að taka út lakari tré sem í sjálfu sér ekkert mikið svona hægt að gera úr í samtöðu borð og planka en það hægt að kurlaðu niður. Nú staðin þessi að framlög til skógræktar á lögbýlum voru skorin helming eftir hrun. Og það hefur ekki verið leiðrétt. Árleg gróðursetning stefnir núna niður í það bil 2 milljónir plantna á ári, voru 6 milljónir 2008. Samningsbundnir bændur kvarta undan lágum framlögum og sumir þeirra mótmæla því ef að hugmyndir eru að fara að taka fleiri bændur inn til dæmis sem liður í að leiðrétta hag sauðfjárbænda. Umhirða slóðagerð og girðingaviðhald verður æ meira aðkallandi í þessari skógrækt. Möguleikarnir eru hins vegar miklir. Ef hins vegar skógrækt á að vera hluti af lausn í sambandi við vanda sauðfjárræktar í dag,
að ef hún á að vera lausn í loftslagsmálum til þess að binda kolefni, ef hún á að vera lausn í að auka fjölbreytni landbúnaðar, þá er hægt að gera þetta allt innan núverandi kerfis. Það er ekkert vandamál. Allir, menn tala mikið um innviðauppbyggingu í pólitískri umræðu núna. Innviðirnir eru þarna til staðar til þess að gera meira. En það þarf að auka fjárveitingar svo munar, fjárveitingar ríkisins. Og þá vil ég taka það fram að framlög til skógræktar eru fjárfesting í framtíðinni. Alveg eins og er hægt að tala um matvælaöryggi sem hefur nefnt hér í dag, þá er líka hægt að tala um timburöryggi. Við þurfum meira heldur en bara það sem við borðum. Við þurfum líka húsnæði. Við þurfum líka ýmislegt fleira. Við erum að flytja inn núna það bil 40–50 milljarða króna virði af skógarafurðum. Við notum alveg hellinga skógarafurðum. Það eru nánast allar fluttar inn. 40–50 milljarðar. Við gætum framleitt mikið af þessu hér á landi, allavega 30–40% af þessu. Það væri nú ekkert amalegt að hafa svona það bil 20 milljarða króna innspýtingu inn í sveitir landsins fyrir að selja timbur úr skógum bænda. Sú staða gæti verið uppi ef að afar okkar og ömmur hefðu gróðsett fyrir svona 50–60 árum síðan. En næst besti tíminn til að gróðsetja þá er núna. Ræktum meiri og betri skóg, byggjum upp sjálfbæra skógarauðlind, fegrum land, sköpum skjól og gerum sveitirnar hlýlegri og byggilegri. Nú er komið að Húnaþingi. Takk fyrir.